Ný minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna tók við völdum í dag. Jóhanna Sigurðardóttir sótti stjórnarmyndunarumboðið til Bessastaða hádegið. Framsóknarflokkurinn ver stjórnina falli. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, verður ekki ráðherra. Alþingiskosningar verða eftir tæpa 3 mánuði, laugardaginn 25. apríl. 2 af 10 ráðherrum eru ekki þingmenn. Gylfi Magnússon, dósent, verður viðskiptaráðherra og Ragna Árnadóttir, starfandi ráðuneytisstjóri, verður dómsmálaráðherra. Nýja ríkisstjórnin ætlar áfram að vinna með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, koma á atvinnulífinu aftur í gang og slá skjaldborg heimilin, afnema á eftirlaunalögin, breyta ráðningum dómara og skipta seðlabankastjóra. Stjórnarskránni verður breytt fyrir næstu kosningar og sett inn ákvæði þjóðaratkvæðagreiðslur. Ný kosningalög með möguleika á persónukjöri eru líka í bígerð. Þjóðareign á auðlindum verður einnig fest í stjórnarskrá. Ný minnihlutastjórn Samfylkingar og Vinstri grænna tók til starfa í dag. Framsóknarflokkurinn ver hana vantrausti. Í fyrsta skipti leiðir kona ríkisstjórn Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir hefur verið á ferðinni ásamt öðrum fréttamönnum og er nú komin á þing. Já, alveg rétt. Atburðarásin hefur verið frá hádegi á Bessastöðum og hér við Austurvöll. Ný ríkisstjórn hefur litið dagsins ljós og í fyrsta skipti í tæplega 18 ár er Sjálfstæðisflokkurinn ekki í ríkisstjórn. En við skulum byrja á blaðamannafundi sem að forystumenn nýrrar ríkisstjórnar héldu á Hótel Borg nú síðdegis. Og við erum í þessari verkáætlun okkar fyrst og fremst á þeim stutta tíma sem við störfum fram að kosningum að leggja áhersluna á það að koma atvinnulífinu í gang aftur sem er grundvallar atriði og að slá skjaldborg heimilin og tryggja betur öryggisneti í kringum heimilin í landinu. Þetta verður vinnusöm ríkisstjórn vegna þess að hún hefur skamman tíman og ætlar sér að koma mörgum brýnum málum í gegn á þeim stutta tíma sem hún hefur. Brýnum viðfangsefnum sem að okkur í Samfylkingunni tókst ekki að koma í höfn í samstarfi við Sjálfstæðisflokkin. Og í dag yfirgefur nýfrjálshyggjan Stjórnarráð Íslands og aðrir tímar og aðrar áherslur og annað gildismat tekur við. Stiklum á því helsta sem er á verkefnaskrá nýju ríkisstjórnarinnar. Nýja ríkisstjórnin vill leggja áherslu á aukið lýðræði, meiri jöfnuð og betra upplýsingaflæði til þjóðarinnar stöðu landsmála eftir þau áföll sem hafa dunið á fjármálakerfi landsins. Nýja ríkisstjórnin vill afnema eftirlaunalögin og vinna að breytingum á skipan dómara og breyta ákvæðum stjórnarskrár auðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur. Þá vill nýja ríkisstjórnin opna möguleika á persónukjöri í kosningum til Alþingis. Efnahagsstefna nýju ríkisstjórnarinnar byggir á fyrirliggjandi áætlun stjórnvalda og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Markvissra leiða verður leitað til að lækka vexti eins fljótt og kostur er og létta höftum. Ríkisstjórnin vill fylgja ábyrgri stefnu í ríkisfjármálum og standa vörð velferðarkerfið og aðra grunnþjónustu. Ríkisstjórnin ætlar að skipta yfirstjórn Seðlabankans og breyta lögum þannig að einn seðlabankastjóri verði ráðinn á faglegum forsendum. Þá vill nýja ríkisstjórnin leggja áherslu á aðgerðir í þágu heimilana og koma á fót velferðarvakt sem mun fylgjast með félagslegum afleiðingum bankahrunsins og komast til móts við þær. Þá verði gjaldþrotalögum breytt með þeim hætti að staða skuldara verði bætt. Ríkisstjórnin hyggst ráðast í sértæk átaksverkefni með öflugum vinnumarkaðsaðgerðum til að vinna gegn atvinnuleysi. Leitað verður leiða til að örva fjárfestingu innlendra og erlendra aðila og skapa ný störf. Engin áform ný álver verða á dagskrá ríkisstjórnarinnar. Lánareglum LÍN verður breytt þannig að atvinnulausir geti stundað nám í stað þess að þiggja bætur. Þá vill ríkisstjórnin að verðmati og endurfjármögnun nýju ríkisbankana verði lokið sem allra fyrst. Evrópunefnd verði falið að ljúka úttekt á horfum hagsmunaaðila til Evrópusambandsins fyrir 15. apríl næstkomandi. Stjórnarflokkarnir eru sammála að aðild að Evrópusambandinu verði ekki ákveðin nema með þjóðaratkvæðagreiðslu. Athygli vakti í dag á þessum blaðamannafundi að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, tilkynnti að hún tæki ekki sæti í þessari ríkisstjórn. Miklar vangaveltur hafa verið það undanfarna daga, hvort hún tæki sæti í ríkisstjórninu eða ekki, en í dag komst það sem sagt á hreint. Ég mun ekki taka sæti í þessari ríkisstjórn. Ég ætla að einbeita mér af öðrum hlutum sem að lúta sjálfri mér á komandi vikum. Ég ætla að biðja ykkur samt að túlka það ekki með þeim hætti að þar með sé ég hætt afskiptum á stjórnmálum. Það er ekki svo.
að þetta jafngildi því að ég sé að hætta þátttöku í stjórnmálum. Ég ætla bara að einbeita mér að sjálfri mér á komandi vikum og svo flokknum þegar ég hef náð að safna kröftum. Að svo búnu fól Ingibjörg flokkssystur sinni að kynna nýja ríkisstjórn. Jóhanna Sigurðardóttir hefur tekið við embætti forsætisráðherra fyrst kvenna á Íslandi. Össur Skarphéðinsson utanríkis- og iðnaðarráðherra, Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir nýr félags- og tryggingamálaráðherra og Kristján Möller mun áfram gegna embætti samgönguráðherra. Steingrímur J Sigfússon fjármála-, sjávar- og landbúnaðarráðherra, Ögmundur Jónasson heilbrigðisráðherra, Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra, Kolbrún Halldórsdóttir umhverfisráðherra, Gylfi Magnússon dósent í hagfræði nýr viðskiptaráðherra og Ragna Árnadóttir nýr dóms- og kirkjumálaráðherra. Já, eins og þið sjáið þá erum við í Alþingishúsinu hérna við Austurvöll og við erum enn að vonast til þess að Steingrímur J Sigfússon, nýr fjármála-, landbúnaðar- og sjávarútvegsráðherra komi hingað til okkar en hann að taka við lyklum í ráðuneytinu, við vonum að hann nái því. En 6 nýir ráðherrar taka sæti í þessari ríkisstjórn í dag. 2 þeirra eru utan þings. En yngstur Katrín Jakobsdóttir og hún var 33 ára í dag. Ragna Árnadóttir, nýr dóms- og kirkjumálaráðherra 42 ára. Hún hefur starfað sem skrifstofustjóri og staðgengill ráðuneytisstjóra hjá forsætisráðuneytinu frá áramótum. Þar áður starfaði hún sem skrifstofustjóri á lagaskrifstofu dómsmálaráðuneytisins og staðgengill ráðuneytisstjóra þar. Hún lögfræðingur að mennt og með meistaragráðu í Evrópurétti frá Háskólanum í Lundi. Með námi starfaði hún hjá umhverfisráðuneytinu og á nefndarsviði Alþingis. Hún hefur einnig starfað sem sérfræðingur hjá Norðurlandaráði. Eiginmaður Rögnu Magnús Björnsson og saman eiga þau 2 börn. Gylfi Magnússon hefur tekið við embætti viðskiptaráðherra. Hann 42 ára. Hann hefur starfað sem dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands frá árinu 1998 eftir að hann lauk doktorsprófi í hagfræði frá Yale Háskóla í Bandaríkjunum. Hann hefur gegnt embætti formanns stjórnarsamkeppniseftirlitsins og setið í nefnd stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis. Áður starfaði hann sem sérfræðingur við Hagfræðistofnun. Með námi starfaði hann sem blaðamaður á Morgunblaðinu. Eiginkona Gylfa Hrafnhildur Stefánsdóttir og saman eiga þau 5 börn og þar á meðal eru tvíburar. Gylfi var gagnrýndur harðlega í haust fyrir að spá fyrir gjaldþrot íslensku viðskiptabankana en fekk uppreist æru þegar í ljós kom að hann hafði rétt fyrir sér. Hina 4 nýju ráðherrana kannast flestir við enda hafa þeir allir setið á Alþingi. Ögmundur Jónasson nýr heilbrigðisráðherra. Hann 60. Ögmundur hefur setið á Alþingi frá árinu 1995 sem þingmaður Alþýðubandalagsins og óháðra og loks Vinstri grænna. Hann hefur verið þingmaður í Reykjavíkurkjördæmi suður og í suðvesturkjördæmi frá 2007. Ögmundur formaður þingflokks Vinstri grænna. Hann sagnfræðingur og stjórnmálafræðingur að mennt. Hann hefur starfað sem fréttamaður Ríkisútvarpsins, stundakennari við Sagnfræðiskor Háskóla Íslands og auk þess hefur hann gegnt formennsku BSRB frá árinu 1988. Ögmundur giftur Valgerði Andrésdóttur og saman eiga þau 3 uppkomin börn. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir nýr félags- og tryggingamálaráðherra. Hún 62 ára og hefur setið á Alþingi fyrir Reykjavíkurkjördæmi suður frá árinu 1995 fyrir Þjóðvaka, þingflokk jafnaðarmanna og Samfylkingu. Hún hefur setið í heilbrigðis- og trygginganefnd Alþingis frá árinu 1995. Ásta leiðsögumaður að mennt og hefur einnig lokið námi í félagsvísindum ensku, þýsku auk ýmissa stjórnunarnámskeiða hjá Háskóla Íslands og Iðntæknistofnun. Hún hefur starfað sem leiðsögumaður, flugfreyja, kennari, plötusnúður og sem dagskrárgerðarmaður hjá RÚV. Eiginmaður Ástu Ragnheiðar Einar Örn Stefánsson og saman eiga þau 2 uppkomin börn. Kolbrún Halldórsdóttir verðandi umhverfisráðherra 53 ára. Kolbrún menntaður leikari og hefur setið á Alþingi fyrir Vinstri-hreyfinguna grænt framboð frá árinu 1999. Fyrst fyrir Reykjavíkurkjördæmi norður og svo Reykjavíkurkjördæmi suður. Áður en hún tók sæti á þingi starfaði hún sem leikari og kvíslari hjá Leikfélagi Reykjavíkur og sem kennari hjá Leiklistarskóla Íslands og leikstjóri hjá Þjóðleikhúsinu, Leikfélagi Akureyrar og fjölda óháðra leikhópa. Áður starfaði hún sem dagskrárgerðarmaður hjá Ríkisútvarpinu. Maki Kolbrúnar Ágúst Pétursson kennari og saman eiga þau 2 börn. Katrín Jakobsdóttir menntamálaráðherra yngsti ráðherrann. Hún 33 ára í dag og hefur setið á Alþingi frá því síðustu kosningum 2007 fyrir Vinstri-hreyfinguna grænt framboð í Reykjavíkurkjördæmi norður. Katrín hefur gegnt varaformanns embætti Vinstri grænna frá árinu 2003. Hún með meistaraprófi í íslenskum bókmenntum. Hún hefur starfað við dagskrárgerð og sem málfarsráðunautur hjá RÚV og hún hefur einnig starfað sem stundakennari við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík og Menntaskólann í Reykjavík.
Katrín var varaborgarfulltrúi fyrir Reykjavíkurlistan, var formaður samgöngunefndar Reykjavíkurborgar og átti sæti í fræðsluráði. Hún er gift Gunnari Erni Sigvaldasyni og saman eiga þau 2 börn. Jóhanna Sigurðardóttir sótti umboð sitt til stjórnarmyndunar til forsetans á Bessastöðum rétt eftir hádegi. Forseti Íslands sagði það sögulega ákvörðun í ljósi jafnréttisbaráttunnar hér á landi og allan heim. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, gekk á fund forseta Íslands á Bessastöðum klukkan 12 í dag. Þar áttu hún og forsetinn rúmlega hálfrar klukkustundar fund og síðan hélt Ingibjörg Sólrún af þeim fundi. Skömmu síðar eða 1 kom Jóhanna Sigurðardóttir til Bessastaða. Forseti Íslands tók á móti henni í stóra sal Bessastaða og síðan áttu þau 40 mínútna fund í bókhlöðu Bessastaða. Þar fékk Jóhanna formlegt umboð til stjórnarmyndunar. Sagði forsetinn þá ákvörðun sögulega í ljósi jafnréttisbaráttunnar hér á landi og allan heim. Þótt að forsetinn tæki sjálfu sér ekki afstöðu til einstakara flokka eða einstaklinga við slíkt tækifæri og þá ég enga síður lýsa sérstaklega ánægju minni með það að svo ákvörðun hafi verið tekin hér í dag að fela Jóhannu Sigurðardóttur, fyrstri íslenskra kvenna, að verða forsætisráðherra íslenska lýðveldisins. Það er ekki aðeins merkur atburður í okkar sögu, heldur líka í sögu jafnréttisbaráttunnar á veraldarvísu. Jóhanna gekk þá af fundi forsetans beint niður á Alþingi þar sem framfóru þingflokksfundir Vinstri grænna og Samfylkingar. Af þeim fundi fór Samfylkingar fólk á flokkstjórnarfund við Austurvöll þar sem ráðherralisti og verkefnalisti nýrra ríkisstjórnar voru samþykktir. Blaðamannafundurinn á Hótel Borg hófst síðan stuttu síðar. Þá víkur sögunni niður í stjórnarráð en þar Sigríður Hagalín Björnsdóttir og hún fylgist með sögulegum atburði, það ekki, Sigríður? Jú, þetta svo sannarlega tímamót því hér Jóhanna Sigurðardóttir að taka við lyklavöldum í forsætisráðuneytinu, fyrst íslenskra kvenna. Annars vegar að stjórnarráðinu og hins vegar að þingvalla. Ég ætla að skilja þetta lífingæði. Dómundurinn er frá Geir og hann skilar sérstaklega lífingæðiðin og skæði verða því að svo verður því mikið veist. Þetta fyrir það. Fyrir að Geir góða bæði frá mér og til hann fjölskyldi líka og skjóðum hann á góðan aðbæð og ég vil segja það að ég hef starfað mjög lengi með Geir. Ég vil segja það hér að Geir er mikill mannkostur maður. Hann er einstakur. Ég þykir vænt Geir og ég bið þig að skila góðum kveðjum til hans. Ég þakka þér líka samstarfið. Það hefur verið ánægjulegt að vinna með þið, Þorgerður. Sömuleiðis. Þó að nú hafi upp úr slitnað í samskiptunum þá óska ég þér allsins besta í framtíðinni og ég segi bara enn og aftur takk og skila þig góðum húsgötu. Þakka þér fyrir sömuleiðis. Og svo hérna meira að okkur sjáu hérna, svona já, flott. Þetta okkur líka. Segir tutt. Já, þetta er ekki eingöngu söguleg tímamót vegna þess að Jóhanna er fyrsta konan sem tekur við þessu embætti. Þetta er líka vegna þess að sjaldan hefur íslenskur forsætisráðherra tekið við þjóðarbúinu við jafn erfiðar aðstæður. Við fjöllum nánar málið og ræðum við Jóhannu í fréttaaukanum hér eftir fréttir. Takk kærlega fyrir það, Sigríður Hagalín, en við ætlum þá að skipta niður á Alþingi vegna þess að Jóhanna Vigdís er þar komin með viðmælanda Steingrímur J, ekki satt? Alveg rétt hjá þér, hinn forystumanninn í ríkisstjórninni, hann er að koma hérna beint frá Bessastöðum, Steingrímur J, þú ert að bruna hérna og kemur við hjá okkur hér í Alþingi, þú ert að leiðinni í ráðuneytin, þar sem þú ert að taka við lyklavöldum. Það eru 18 ár síðan þú varst síðast sjálfur í ríkisstjórn. Já. Og flokkurinn sem þú stofnaðir verður 10 ára næstu helgi. Þú sagði sjálfur í dag að þetta væri tímamóta stjórn. Stóra spurningin er svo hvað með Seðlabankann og Seðlabankastjórn? Já, það er eitt af forgangsverkefnum ríkisstjórnarinnar að endurskipuleggja fjármálakerfið og það tekur bæði til Seðlabankans og auðvitað fjármálaeftirlitsins sem þarf að skipa stjórn og koma í gang á nýjan leik og ég spáði því að fyrstu skrefin í því verið tekin á morgun eða hinn. Hvernig ætlaði að fara þessu?
Það verður að sjálfsögðu gert af fullri tillitssemi við það fólk sem þar starfar og samkvæmt bara lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. En við munum sem sagt hefja þessa endurskipulagningu með aðgerðum strax á morgun eða hinn. Nú, bara við stiklum á stórum, kvótakerfið, það ekki komið mikið inn á það, hvað ætlaði að gera í sambandi við kvótakerfið? Ég held að engum detti nú í huga að kvótakerfinu verði umbylt á 80 dögum, en við munum þetta fara yfir þá hluti. Það eru viss atriði sem gæti verið gagnlegt fyrir okkur núna að breyta. Ég nefni sem dæmi að reyna að vinna meira af afla í landinu sem fluttur út óunnin og ég ætla líka að fara yfir ákvarðanir veiðiheimildir sem teknar voru rétt fyrir stjórnarskiptin, bæði aukningu afla á þessu ári og hinu næsta. Þannig að ég mun skoða það, hvernig það stendur af sér. Ein spurning en hvernig sér fólki í landinu á morgun að það er komið ný ríkisstjórn? Ég vona nú að menn sjá það hverjir á öðrum. Það verið glaðara svona yfirbragð á fólki. Hvert verður fyrsta verkið? Já, það gæti orðið eitthvað af þessu sem ég var að nefna sem tengist því að við hefjum endurskipulagningu fjármálakerfisins og það verða fréttir af því, trúi ég. Ef ekki strax á morgun, þá í síðasta lagi á þriðjudaginn. Steingrímur J. Sigfússon, takk kærlega fyrir þetta og þá held ég að við segjum þetta bara gott héðan frá Alþingi og Austurvelli í bili í dag. Takk fyrir það, Jóhanna. Formaður Framsóknarflokksins ætlar að eiga vikulega fundi með forystumönnum Samfylkingarinnar og Vinstri grænna til að ákveða hvaða mál Framsóknarmenn muni styðja á þingi. Framsóknarflokkurinn í lykilstöðu gagnvart nýju ríkisstjórninni. Formaðurinn gekk á fund miðstjórnarflokksins í dag og kynnti fyrir henni aðkomu Framsóknar að ríkisstjórninni. Já, hún verður í raun bara svo að verja hana vantrausti en það mun að sjálfsögðu þurfa að koma ýmsum málum í gegnum þingið og eins og hjá minnihlutastjórnum annar staðar þá þurfa þær að leita til annarra þingflokka og ég gerir ráð fyrir að þau muni sérstaklega leita til Framsóknarflokksins og þess vegna verða vikulegir samráðsfundir með formanni Vinstri grænna og væntanlegum forsætisráðherra. Sem þú munt þá sitja? Já. Þannig að í rauninni þá má eiginlega segja að Framsóknarflokkurinn leggur línurnar þau mál sem ríkisstjórnin leggur fyrir þing. Nei, þau eru á það ferðinni en það er svona talið heppilegra að við séum með í ráðum svoleiðis að ekki koma upp neitt misskilningur áður en að mál fara inn í þingið. Þau væntanlega vilja ekki vera að setja fram mál sem að þau tel ekki meirihluta fyrir í þinginu. Fráfarandi ríkisstjórn Geirs H. Haarde var veitt lausn á ríkisráðsfundi á Bessastöðum á 7. tímanum í dag. Klukkutíma síðar var haldinn annar ríkisráðsfundur þar sem ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur tók við. Það var óvanaleg veðurblíða á Bessastöðum í dag þegar formleg stjórnarskipti fóru fram. Fráfarandi ríkisstjórn mætti á sinn síðasta ríkisráðsfund upp úr klukkan 5. Allir ráðherra Sjálfstæðisflokksins mætti á fundinum að Geir H. Haarde sem fóru utan í dag vegna læknismeðferðar. Það mættu 6 ráðherra Samfylkingar á fundin. Honum lauk 5:30 leytið. Fráfarandi menntamálaráðherra sagði eftir fundin ekkert nýtt í málefnasamningi nýrra ríkisstjórnar. Það er ekkert nýtt þarna. Það er greinilega og undirstrika það sem við sögðum að það var engin málefnalegur ágreiningur þegar ríkisstjórnin var slitin, heldur voru einhverju allt aðrir hagsmunir þar sem bjuggu þar að baki. Upp úr 6 komu 9 ráðherrar nýrra ríkisstjórnar á sinn fyrsta ríkisráðsfund. Gylfi Magnússon viðskiptaráðherrann sem situr utan þings kom fyrstur á fundin og önnu var Ragna Árnadóttir dóms- og kirkjumálaráðherra sem situr einnig utan þings. Farkostur Steingríms J. Sigfússonar var frekar óvanalegur. Fráfarandi ríkisstjórn var frekar þungbúin á sínum síðasta ríkisráðsfundi. Það var hins vegar léttari yfir núverandi ríkisstjórn á sínum fyrsta fundi í dag. Og þó Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra hafi sagt fyrr í dag að tímarnir væri viðsjárverðir, var greinilegt að henni er létt yfir því að ríkisstjórnin hefur nú formlega tekið til starfa, enda verkefnin framundan ærin. Hér er leiðrétting. Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir nýr félagsmálaráðherra er 59 ára gömul en ekki 62 ára eins og missagt var hér áðan, biðst velvirðingar á því. En hingað er kominn Baldur Þórhallsson, stjórnmálafræðingur, velkominn. Takk fyrir.
Ég ætla að byrja bara að spyrja þig, hver eru stærstu tíðindin á þínu mati í þessari verkefnaskrá? Þessi kannski vekur mesta athygli eru þessar fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskráni eða boðaðar breytingar á stjórnarskráni. Einnig eru boðaðar breytingar á kosningalöggjöfinni, þar sem á að vera möguleika á persónukjöri, sem ég held að verði líka að nefna það að setja lög um stjórnlagaþing og verkefni stjórnlagaþings. Þetta vekur nokkla athygli og lögum nokkur áherslu á þetta í verkefnaskránni. Þessar efnahagsaðgerðir eru líka athyglisverðar að það eigi að fylgja eftir verkefnaskrá Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Það lá nú kannski ekki alveg ljóst fyrir vegna stefnu Vinstri grænna. Svo kannski má nefna líka það sem er ekki í þessari verkefnaskrá. Það fyrir mjög lítið fyrir Evrópumálunum. Það er ekki hægt að segja að Evrópumálin séu á dagskrá þessara ríkisstjórnar. Það er líka ekkert varnarmál. Það er ekkert Atlantshafsbandalagið eða fyrirhugaðar heræfingar hér á landi. Það er mjög lítið umhverfismál, mjög lítið heilbrigðismál. Svo ég nefni nú svona eitthvað sem er í þessu og ekki í áskránni. Já, en þetta með persónukjöri, opnaði möguleiki á því, það hlýtur að vera mjög, að minnsta kosti athyglisvert fyrir því sem stjórnmálafræðingar spá aðeins betur í það. Hverju mun þetta breyta, heldurðu? Já, þetta getur nú skipt verulega miklu máli en það er náttúrulega á eftir að semja þetta á þingi. Það er nú ómögulegt að segja hvað kemur út úr þessu og það er ekki annað hægt að segja þessi ríkisstjórn, þetta sé veik ríkisstjórn vegna þess að þetta er náttúrulega eins og allir vita minnihlutastjórn, hún mun þurfa á stuðningi annarra flokka til þess að koma öllum frumvörpum í gegn, frumvörpum sem eru boðuð hér á þessari verkefnalista og eins og formaður Framsóknarflokksins nefndi hér áðan, þá lofar Framsóknarflokkurinn bara að verja ríkisstjórnina vantrausti, þannig hún þarf að vinna hvert einasta mál í þinginu. Við höfum ekki vön að sjá þannig störf þingsins, þannig það verður mjög fróðlegt að fylgjast með hvernig störf þingsins vinnast á næstu dögum og ríkisstjórnin hefur mjög skamman tíma. Já, svo er það náttúrulega. Það má náttúrulega gera ráð fyrir að þingi verði frestað nokkrum vikum fyrir kjördag, 3 til 4 vikum fyrir kjördag, þannig við erum ekki að tala kannski nema 60 daga. Og hún ætlar að reyna að framkvæma þetta allt, ég meina það er ekki að segja annað en hún sé stórhuga, hún ætlar að reyna að framkvæma þetta allt á þessu tíma. Er það raunhæft? Eins og þú segir, það er 83 dagar til kosninga, en við þurfum að gera það fyrir kosningabaráttu líka. Það náttúrulega fer eftir hvað stjórnarandstaðan og Framsóknarflokkurinn verða samvinnu þýð inn á þinginu og hvað ríkisstjórninni vinnast verkin hratt. Það kannski sem er athyglisverðast í þessum sáttmála eða verkefnaskrá er það að núna fáum við verkefnaskrá frá 2 flokkum rétt fyrir alþingiskosningar. Þannig að ef að þessi flokkar mundu nú ná meirihluta í þingkosningum sem boðaðar eru 25. apríl, þá getum við gert ráð fyrir því að þetta sé svona að leggja drögin að nýjum stjórnarsáttmála að loknum kosningum, eða svona þeirra verkefnalista hvort sem þessi flokkar 2 mundu verið ríkisstjórnin að bæta kannski Framsóknarflokknum við. Þó sé nú alltaf snemmt að spá í eitthvað kosningaúrslitin núna. Það gerum við síðar. Takk fyrir komuna, Baldur.